Atvinnupúlsinn í Skagafirði gerður í samstarfi við Fisk Seafood, Kaupfélag Skagfirðinga og Sveitafélagið Skagafjörð. Komið sæl og verið velkomin í Atvinnupúlsinn þar sem að kastljósinu verður sérstaklega beint að atvinnumálum hérna í Skagafirði. Þetta fyrsti þátturinn og í þessari þáttaröð verður rætt við fólk sem að sér frótt á einn eða annan hátt atvinnumálin og síðast en ekki síst heimsækjum við fjöldan allan af fyrirtækjum. En fyrsti gestur þáttarins sveitarstjóri Sveitarfélagsins Skagafjarðar, Ásta Pálmadóttir, vertu velkomin. Takk fyrir. Fyrst í Sveitafélagið vantarlega nokkuð stór vinnuveitandi. Já, Sveitafélagið sjálfsagt með hátt í 400 starfsmenn í 300 stöðugildum cirka. Það auðvitað kemur líka inn í að við erum leiðandi sveitafélag í málefnum fatlaðra, þannig að við erum með starfsmenn í Húnavatnssýslunum líka. Það var auðvitað viðbót þegar það kom. En svona, almennt séð þegar atvinnumál eru annars vegar, hvað þarf sveitafélag að gera til þess að hjól atvinnulífsins fáinu snúist? Sveitafélagið þarf að reyna að stuðla því að það sé til dæmis dagvistun fyrir börn og grunnskólarnir virki vel og við auðvitað búum svo í Skagafirði að við erum líka með framhaldsskóla sem að við höfum svona reynt að styðja við eins og við höfum mögulega getað og viljum leggja metnað í það. Svo erum við auðvitað með Háskólann á Hólum og þar höfum við haldið upp í bæði leikskóla og grunnskóla því að við teljum að það styðji við það skólastarf sem þar. Við erum auðvitað líka, allir hafa verið að vinna í ferðaþjónustunni og við erum með atvinnufulltrúa, 2 í fullu starfi sem að koma til dæmis mikið og eru í sambandi við fyrirtækin og atvinnulífið og höfum svolítið einbeitt okkur að ferðaþjónustunni núna undanfarið ár. Þannig að við erum svona, svo erum við reyndar með sérstaklega landbúnaðarnefnd, við erum víðfeðmt sveitafélag sett saman úr 11 hreppum, 11 sveitafélögum. Þannig að við erum með svona frekar stórt landbúnaði hér, þannig að við höfum haft sérstaklega nefnd hjá sveitafélaginu sem heitir landbúnaðarnefnd. Ef að þú bara svona horfir yfir Skagafjörðinn og þessi svokölluðu innviðir, eru þeir öflugir? Ég myndi segja það, já. Ég tel að við séum öflug en auðvitað getum við alltaf gert betur en það 0 atvinnuleysi í Skagafirði en við hins vegar höfum flöskuhálsa, við höfum verið að glíma við það að við höfum ekki haft nægt húsnæði. Við höfum líka verið að glíma við það að við höfum ekki getað séð fólki með ung börn fyrir dagvistum, verið svolítið að reyna að finna leiðir og höfum meðal annars tekið upp foreldragreiðslur til þess að reyna að létta á eins og fæðingarorlofið bara 9 mánuðir og þangað til að barnið kemst á leikskóla. Þannig að við erum svona að reyna að vinna í þessum innviðum eins og við mögulega getum. En hvað þá með nýbyggingar? Já, það mjög gleðilegt að það eru sennilega allavega 50 íbúðir sem eru í byggingu núna og við erum auðvitað vonast til þess að þegar það kemst að þá fáum við smá svona, verður meira framboð en við teljum samt að þörfin sé meiri því að það alveg, fólk getur fengið vinnu hérna en það fær ekki húsnæði. Það stundum sagt að nýbyggingar og byggingavísitala, eða byggingakranavísitala sé svona ágætis barómet á ástandið. Já, við erum auðvitað bara mjög glöð og ánægð með það að þetta hefur farið á stað hjá okkur og ungt fólk svolítið að koma heim aftur sem mjög gleðilegt. Ertu bjartsýn? Já, ég bjartsýn. En auðvitað þurfum við þurfum að styrkja atvinnulífið og hafa fjölbreytileikan vegna þess að það það sem unga fólki okkar vill. Það vill hafa fjölbreytileikan og að þau geti báðir aðilar, bæði hjón snúið eða mennta sig á höfuðborgarsvæðinu og vill koma út á land, að báðir aðilar geti fengið vinnu. Það snýst svolítið það. Ásta Pálmadóttir, sveitarstjóri Sveitarfélagsins Skagafjarðar, þakka þér fyrir komuna. Takk kærlega fyrir. Eins og Ásta Pálmadóttir sveitarstjóri sagði mikið byggt í Skagafirðinum sem þýðir að það mikið að gera hjá iðnaðarmönnum. Við erum stödd á trésmiðjunni Borg á Sauðárkróki sem rótgróið fyrirtæki 54 ára gamalt. Höfuðáhersla lögð á smíði innréttinga og stór hluti framleiðslunnar fyrir viðskiptavini á höfuðborgarsvæðinu. Framleiðslustjóri segir að mannauðurinn skipti höfuðmáli.
núna það þannig að við erum með svona 6 menn í útiverkum og restin hérna inni, við erum svona kannski 16. En fyrir nokkrum árum, sem svona 12 árum, þá tókum við þá ákvörðun að vera ekki í útiverkum, svona uppsteipum og öðru slíku, að byggja hús frá grunni. Heldur erum við meira svona bara í viðhaldsvinnu og þannig í þessum húsum sem að útimennirnir í. En annars mest uppistaðan innréttingaframleiðsla sem þá mest suður á bóginn á Reykjavíkursvæðinu. Það eru 270 kílómetrar héðan til Reykjavíkur. Hvernig að vera staðsett á þessu stað og hafa markaðinn þarna fyrir sunnan? Já, við þekkjum ekkert annað. Það bara þannig að við höfum alltaf verið hér og þetta hefur gengið, en auðvitað þetta svolítið að við erum að flytja efni fram og tilbaka. En við erum líka, teljum okkur vera, að framleiða svolítið vandaða vöru og dýra vöru og þá þar af leiðandi jafnar þetta sig nokkuð út og svo erum við náttúrulega með mjög stabílan mannskap, þannig að mannskapurinn sem við höfum hér margir með mjög mikla starfsreynslu og það náttúrulega það sem skiptir höfuðmáli þegar þú ert í sérsmiðju. Þá það mannauðurinn og mannskapurinn sem gerir þetta í raun og veru kleift. Og þessi þekking sem þeir hafa og þið allir, það ekki rétt hjá mér að sá svona lengstöður unnið í dag byrjaði hérna 1970? Jú, það eitt frá 1970 og svo bara sem nálgast 40 árin. Þú nú einn af þeim? Já, ég byrjaði fyrst hérna haustið 75 aðeins og kom síðan, fór að læra svo 78 og búinn að vera hér síðan. En snúum okkur einmitt að námunni. Hér fjölbrautaskóli sem á að unga út fyrir ykkur smiðum. Hvernig hefur það gengið, svo samvinna? Hún bara mjög góð og þeir leita svolítið til okkar og við til þeirra og það svona mjög góð samskipti og við fylgjumst með hvað að gerast hjá þeim og okkur þykir mjög vænt fjölbrautaskólinn. Þetta styrkir aðeins og rosalega hér á þessu svæði. Bara styrkir mjög miklu máli. Hvernig lítur á nútíðina og framtíðina fyrir Trésmiðjuna Borg? Já, nútíðin náttúrulega bara allt í lagi og svoleiðis og ég held að framtíðin geti líka bara verið björt. Það mikið að gera alls staðar núna og svo bara efnahagurinn nú af því við erum mest í sérsmiðju þá að koma, við finnum það að það að bæta í þar. Eftir hrun þá var minna svona sérsmiðju, þá var svona meira almennsmiðju. Nú þetta að koma aftur sterkar inn að fólk að láta leggja meira eða vill leggja meira í innréttingar, bæði einstaklingar og fyrirtæki. Áttu eitthvað uppáhaldsverkefni sem þú ert mjög stoltur af sem þið hafi gert? Nei, ég held nú ekki. En við erum náttúrulega bara stoltir hérna af fjölbrautaskólanum hérna í nærumhverfinu og svo náttúrulega alltaf verið að sýna úr ráðhúsinu og við smíðum borgarstjóra salinn þar, sporðinn og skrifborð borgarstjóra og riddara og ásatt náttúrulega mörgu meira í það hús en það svona gaman að sjá það alltaf reglulega á ljósvakanum. Sigur Gísli í Trésmiðjunni Borg benti á mikilvægi fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Við höldum næst þangað. Þúsundir sála með ólíka draumar að gengin í eins. Sameiginlegt og að hverju við treystum smegin og reik. Við erum með 500 nemendur á, í mjög fjölbreyttu námsframboði. Við erum með stúdentsbrautir auðvitað. Síðan erum við með grunddeildina 3 í verknámi, málm, tréðirnir og rafviðnir. Og framhaldið í rafmagninu, rafvirkjun, við erum með húsasmíði og húsgagnasmíði og rennismíði og síðan höfum við svolítið verið að bæta við okkur starfsnámsbrautum, styttri brautum. Hvaðan koma nemendur? Náttúrulega langmest af Norðurlandi vestra og það skýrist náttúrulega að það upptökursvæði skólans. Við erum til dæmis með dreifnám í Blönduósi og Hvammstanga og Hólmavík sem bætist svo í alla flóruna hjá okkur.
og ég myndi nú segja að já, langstærsti hlutin á svæðinu, þetta einhverjir sem að koma annars staðar frá. Vinnur skólinn náið með atvinnulífinu? Mjög mikið og við höfum svona reynt að leggja okkur fram það. Gott dæmi það til dæmis fisktækninámi sem við höfum verið með núna. Við erum búin að brautskrá hóp úr náminu og erum með annan í gangi núna. Það var bara svona þörf sem við erum að sinna. Og það bara eitt dæmi Og eins og í húsasmíðinni, þar erum við með helgarnám og mjög mikil eftirspurn eftir því á svæðinu. Hákon, þú fórst á rafiðnaðarbraut og útskrifaðist í fyrra. Hvers vegna ákvaðst að fara þessa leið? Þetta var nú bara svona það sem ég langaði að gera. Ég var dálítið fiktiputti sem barn og sá fyrir mér þetta gæti. Ég sá ekki fyrir mér geta setið á skrifstofu allan daginn og unnið svoleiðis til dæmis. Og þetta svona starffræði líka í rafvirkjunum. Það var hitlaði mig líka. Það svona tvinna saman starffræði og iðn. Það var svona viss hluti að því. Ertu sáttur við allt námið og hvernig búið að nemendum? Já, ég mjög sáttur með það. Þetta svona, það er við að halda utan mann hérna. Það vantar ekki. Það fáir nemendur og þú fær bara sérsniðna kennslu, hver og einn. Hvað með tækjakostinn? Jú, mér finnst það allt í lagi. Það var til dæmis skiptað inn spjaldtölvur hérna fyrir okkur til þess að hafa og svo bara, helsta hefðamaður og svo var lítið mál að biðja eitthvað eða hvetja til verkfærakaupa eða til þess að læra inn á nýja hluti. Þú varst ekki í vandræðum með að finna þér vinnu? Nei, það er þægilegt þegar maður er heima við og þekkir til að geta bara farið þægilegt að geta sótt vinnu á sama stað og maður lærir. Það er gott, skólinn hjálpar við það líka. Róma sviði blóm og motherfucking hverali. Guillotine og gapastokk og motherfucking þérandi. Elinborg, hvers vegna ákvaðst þú að fara á tréiðnaðardeildina? Ég ákvað að fara bara sem undirbúning fyrir arkitekt eða innanhúsarkitekt. Þannig að þú ert að taka stúdentinn í leiðinni? Já. Hvernig hefur þið líkað? Bara mjög vel. Það er mjög fínt inn og kennararnir eru frábærir og mjög skemmtilegt og öðruvísi. Þannig að þetta er væntanlega góður grunnur undir arkitektinn? Já, ég fæ að smíða húsið, sjá hvernig það er gert og við erum búin að fara að skoða hús sem eru í uppbyggingu hér á Króknum og já, bara læri grunninn að þessu. Hvernig fara strákarnir með þig? Þeir eru erfiðir en þeir geta líka alveg verið mjög fínir sko. En það er erfitt og krefjandi að vera eina stelpan. Hversu mikilvægur skólinn að þínu viti fyrir atvinnulífið? Ég held að það skiptir bara öllu máli. Það sé bara þannig og við þurfum að hafa öflugan, góðan skóla, sérstaklega ekki síður hvað varðar starfs- og verknám. Vegna þess að við erum bara með það sérstakt svæði sem hefur ákveðna þarfir sem við þurfum að sinna. Sveitarfélagið Skagafjörður var til árið 1998 þegar íbúar 11 sveitarfélaga ákváðu í kosningu að sameinast. Eftir sameininguna eru sveitarfélögin í firðinum 2, Akrahreppur og sveitarfélagið Skagafjörður. Í dag er útgerð, iðnaður, verslun og opinber þjónusta stærstu atvinnuvegirnir á Sauðárkróki en landbúnaður er langstærsti atvinnuvegurinn í öðrum hlutum héraðsins. Sauðárkrókur er miðstöð atvinnulífs, verslunar, menntunar og menningar. Á Hólum í Hjaltadal er skóli á háskólastigi, Háskólinn á Hólum, sem gefur upp árið 1106 sem stofnár. Skólinn rekur vísindagarða á Sauðárkróki og þar er þekkingarsetur með starfsstöðvum stofnana, rannsókna og nýsköpunar. Á Sauðárkróki er fjölbrautaskóli og símenntunarmiðstöð sem gefur kost á fjarnámi og stendur fyrir dreifnámi. Aðgengi að menntun, símenntun og starfsendurhæfingu er talin ein forsenda fyrir nýsköpun. Skagafjörður er mikið matvælaframleiðslu hérað.
Ice Protein og Proteus tóku saman nokkra staðreyndir þessu til staðfestingar. Íbúar Skagafjarðar eru 4.000 talsins eða 1,6% landsmanna. Þorskvinnsla er nærri 5% landsframleiðslunar, bleikjuframleiðsla 5 af 100, lambakjötsframleiðsla 15%, mjólkurvinnslan hátt í fjórðungur og 25% rækjuframleiðslunar fer fram á Sauðárkróki. Aldan stéttarfélag er langfjölmennasta stéttarfélagi hér í Skagafirði og reyndar á öllu Norðurlandi vestra og hingað er kominn formaður Öldunar. Velkomin Þórarinn. Hvað ertu með marga félagsmenn? Í félagsmenn sem hafa verið greitt til okkar er 1816 manns á síðasta ári en það eru auðvitað bæri meira og minna má segja, pínu litlar uppæðir fyrir einn dag hjá sumum og meira hjá öðrum allt árið. Hvað eru margir þáttakendur í atvinnulífinu? Hvað eru margir að vinna hérna heldur í Skagafirði? Ég miðað við það að séu 4.200 manns í Skagafirði þá geti ég trú að þetta væri á milli 2.500 til 3.000 manns sem að væri svona í atvinnulífinu, kannski meira. En staðan í dag, hvar er fjölmennast? Hvar eru þínir félagsmenn helst að vinna? Við erum að grípa þá sem eru að koma fyrst út á vinnumarkaðinn. Við erum með þá sem eru, kann segja, lítið menntar eða svona bara venjulegt verkafólk sem er í vinnu hjá okkur. Sem hefur ekki skólagöngu endilega baki sér eða það sem er í störfum sem ekki kalla á menntun sérstaklega. Þannig að þar er okkar fólk, svo sem í umönnunarstörfum í fiskvinnslu og í almenni ferðaþjónustu og svona gæti ég haldið áfram. Hvaða máli skiptir það heldurðu að atvinnulífið er þó þetta fjölbreytt hérna í Skagafirði, bara upp á það að taka við sveiflum og áföllum? Það má segja að kaupfélagið sé að vasast í mörgu, svona, það eru tvær hliðar á þessu. Vissulega er það mjög fjölbreytt að því leytinu til, það er fjölbreytt starfsemi sem kaupfélagið hefur og dótturfyrirtæki þeirra og annað slíkt en eru mjög sterkur bakhjall sem betur fer hefur ekkert áfall áriðið hjá þeim ennþá sem komið er fyrir okkur en svona, manni finnst þetta stundum er að svona falskt öryggi að hafa svona einn stóran ráðandi. Já. En það vissulega skapar því þá tækifæri fyrir afleitar og minni fyrirtæki við hliðina. Oft á tíðum. En ertu að segja að það séu fá atvinnutækifæri í skugga þessa stóra risa? Nei, ekki myndi ég nú segja það. Það vantar fólk eins og í fiskvinnslu og svona í fleiri störf en hafa verið að leita. Ég held að Steinlu Vestmann hefur í vandræðum að fá menn núna eftir að byggingarinnan fór aftur á sving og það eru svona tákn á lofti að það vanti kannski frekar fólk en hitt á svæðið. Já. Fiskvinnslan hefur verið að auka landvinnslu og það vantar fólk en hafa verið að auka umsvif í mjólkuriðnaði hérna mikið og þar hefur verið er aukning líka. Við sjáum þetta svo sem á þessu öllu. Þið sjáum það náttúrulega líka kannski á atvinnuleysistöðlum, þær eru ekki háar? Það eru mjög lágar og má segja, ég held að það sé, það er allavega innan við 10 manns sem að ég sé sem er að greiða til, sem greiðtir af atvinnuleysistryggingasjóð til Öldunar, ég er ekki með alveg 100% tölunar af þessu, en það er innan við 10 manns. Kannski á öllu svæðinu eða hvað? Já, sem eru á félagssvæði í Öldunar. Já. Hvernig er hljóðið í fólkinu þínu? Er bjartsýni, ríkir bjartsýni hérna? Eða? Það er ekki gott að segja. Það er svona beggja blans, má segja. Það hefur áhrif, þessi þjóðfélagsumræða og þetta, mönnum finnst misskiptingin vera til staðar. Það er okkar fólk að upplifa, bæði út af umræðinu og á sjálfum sér. Og launin hafi kannski ekki hækkað í takt við velmegunina? Já, það er svona, ekki alveg, það allavega virðist vera alltaf tekið tilbaka aftur þar sem við erum ávinningurinn sem við erum að reyna að ná eða þá einhverjir í höfrungarhlaupinu sem hefur haldið áfram þrátt fyrir að segja góðan ásetningum annað, þá hefur það haldið áfram og ekki dúllit fyrir að það sé að stoppa því miður. Og þá er allir að reyna að að fá leiðréttingu í hvert skipti sem við gerum kjarasamning og okkar fólk er ekki undir að skilja í því. Nei. En hvernig er útlitið fyrir þína félagsmenn núna á næstunni? Já, ég segi það er sumuleyti bjart en ef að það fer sem horfir í sauðfjárræktinni sem dæmi þá held ég að við getum aðeins farið að hugsa að verði samdráttur á okkar svæði, félagssvæði, það finnst mér alveg blasa við.
og það vanti svona einhverja framtíðarsýn fyrir ungt fólk til þess að vera í þeirri atvinnugrein. Það hefur áhrif á afleidd störf sem að mínir félagsmenn að sinna, meðal annars í slátrun og umsýslu og þjónustu við bændur og fleira og út í dreifbýlið. Og það hefur áhrif á hversu mörgum þarf að kenna og annað fleira. Þetta hefur svo mikið meiri áhrif heldur en kannski mér finnst fólk gera sér endilega grein fyrir, eins og staðan núna. Þannig að mér finnst eiginlega vanta einhverja framtíðarsýn sem að ungt fólk getur þá horft til, og þá ég að horfa til lengri tíma en einhverja 3-4 ára. Við þurfum að horfa lengra fram á tíman, taka ákvörðun sem að síðan keyrð í samræmi við þá stefnu sem þar þetta gefin. Höfum þetta lokaorðin. Þórarinn G. Sverrisson, formaður Öldunar stéttarfélags, takk fyrir komuna. Við höldum næst út á Sauðárkrókshöfn. Þar verið vísindagarðar til húsa. Markmiðið með stofnun versins vísindagarða að annast rekstur kennslu- og rannsóknaraðstöðu ásamt því að skapa aðstöðu og vettvang til samstarfs milli vísindamanna og fyrirtækja á sviði nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi. Þetta 50 manna vinnustaður, 7 fyrirtæki í 2700 fermetrum. Þetta bara mjög dýnamískt og skemmtilegt starfsemi. Hvers konar fyrirtæki það sem eru þá að stunda hér rannsóknir? Það eru fyrirtæki til dæmis eins og Iceprotein sem svona fyrst og fremst rannsóknarfyrirtæki og stunda rannsóknir fyrir kjötið, mjólkina og fiskinn hérna í Skagafirði og víðar reyndar. Og síðan það Protis sem að framleiða fiskiprótein og sem að bara gengur mjög vel, selja vel og margir sem telja sig finna talsverðan bara mun á sig við það að nota þetta. Þannig að þetta gengur vel. Svo Matís hérna sem rannsóknarfyrirtæki sem þekkja, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og síðan Fisk Seafood með sínum skrifstofur hérna. Og síðan ég með verið vísindagarði svona regli við að held svona utan þessa starfsemi. En það í raun og veru ekkert sjálfgefið að svona fjölþætt starfsemi fari fram hérna á króknum? Nei, það það alls ekki. Það bara að vera sést alveg eins og að ef að Fisk Seafood væri ekki að styðja þessi starfsemi með því að leggja til þessu vísindasamfélagi og þessum rannsóknarumhverfi til þetta húsnæði, þá værum við ekki hérna. En þetta geysilega mikilvægt fyrir þetta samfélag hérna í Skagafirði og auðvitað allt þetta svæði að hafa þannig 50 manna vinnustað hér með allt saman með háskólamenntuðu fólki. Hægt að segja að verið sé að unga út sprotafyrirtækjum svona í gegnum tíðina? Já, það má segja það. Fyrirtæki náttúrulega eins og Iceprotein var til hér og hefur þróast hér og Protis. Þetta náttúrulega fyrirtæki sem eru bara sprotafyrirtæki sem hafa orðið til hér með 9 starfsmönnum. Þannig að þetta bara mjög skemmtilegt og gaman að taka þátt í þessu. Við erum aðalega að stunda lífvirknirannsóknir og þá erum við aðalega að horfa á þang og fiskprótein líka. Og í hvað eru þessar rannsóknir síðan nýttar? Það eru meðal annars nýttar í þróun á fæðubótarefnum og svo líka á snyrtiverum. Aðstaðan hérna í verinu hjá ykkur, hvernig hún? Hún bara mjög góð. Skiptir það miklu máli að hér hafi verið búið til akademískt umhverfi? Það skiptir geysilega miklu máli. Það bara þá stöðningur og félagskapur sem fólk hefur hvort öðru. Þetta mjög mikilvægt að ná svona þessum krítiska kjarna, þessum 50 manna kjarna og það sem að fólk með mismunandi bakgrunn, mismunandi menntun, allir að stunda eitthvað svona rannsóknir eða nýsköpun og með mismunandi aðferðum og aðferðafræði. Þetta hjálpast allt saman að. Þannig að því fornkveðna maður manns gaman, það sannar sig hér. Finnst þér að hafa orðið einhverja viðhorfsbreyting í atvinnulífinu almennt eftir því sem að þú hefur fylgst með til nýsköpunar og rannsókna? Já, tvímælalaust. Það hefur
eins og allir þekkja sem að vilja að ári geysilega mikla framfarir í sjávarútvegi og hér höfum við tekið þátt í þessari byltingu sem er orðin með undirkæling á fiski og eins núna með þessu nýju skipum sem að koma þar sem að hún gengur frá fiskinum á villudekkinu og fiskurinn fer í köru niður í lest með lyftu. Þetta algjör bylting í vinnuaðstöðu og meðferð á afla. Og þetta, við hér í verinu höfum tekið virka þátt í þessari þróun og þetta bara já, ég myndi kalla þetta byltingu. Er hægt að tala að fjárfestarnir sem að standa að verinu, að þeir hafi lagt inn þolinmótt fjármagn? Já, tvímælalaust og eins og ég sagði í upphafi þá hefur Fisk Seafood lagt til þetta húsnæði. Þeir telja sig hafa haft hag af því og það engin spurning að þeir telja sig allavega í dag hafa fengið þessa fjárfestingu tilbaka. Í næsta þætti heimsækjum við Steinulluverksmiðjuna, Tengil og vörumiðlun og ræðum við forstjóra Byggðastofnunar og nýráðinn verkefnastjóra Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á Sauðárkróki.